Góðan daginn gott fólk og velkomin í næstu skref. Í dag ætlum við að ræða fjarskiptaátaki Ísland ljóstengt og í dag var úthlutað síðustu framlögum til fjarskiptaátaksins sem búið að vera undanfarin ár í gangi í tengslu við þetta mikla framtak sem Ísland ljóstengt er. Og í þessum þætti ætlum við að kynna okkur svona áhrifin af þessu átaki. Vífill Karlsson, dósent við Háskólann á Akureyri og hagfræðingur og ert ekki líka starfsmaður sambands sveitarfélaga á Vesturlandi, maður rétt Vífill? Jú, það passar, ég búin að vera hér sem... Og svo erum við líka með í þættinum Harald Benediktsson, alþingismann, Norðvesturkjördæmi, sem hefur nú verið mikið tengdur þessu máli frá alla sína þingmannstíð og hefur mikið komið að þessu málum. Og verið báðir velkomnir í þáttinn. Já, takk fyrir. Takk. Og þetta átak var, sem sagt, rannsóknin Vífill sem þú hefur verið að skoða í tengslu við þetta mál. Þið voru að kynna niðurstöður rannsóknar núna milli 1 og 2 í dag. Þannig ákváðum við að hafa hérna bara þátt 1, 2 og 3 og ræða þetta mikilvæga mál. Mjög spennandi. Ef þú svona kannski myndir aðeins fara bara byrja í stuttu máli að fara yfir niðurstöðunar og svo förum við kannski aðeins í slæðurnar á eftir. Já, kannski fyrst hvað við vorum að gera og hvaða gögn þetta voru sem kannski mikilvæg forsenda á. Þetta eru býsna yfirgripsmikil gögn sem að við reyndar vorum að safna í allt öðrum tilgangi. Það hitti bara svo vel á og þau náðu yfir nettengingar og við sem höfum verið að þróa könnun sem við gerum meðal íbúa á landsbyggðinni og reyndar var höfuðborgarsvæðið með í þeirri allra nýjustu núna síðast. Og spyrjum ýmislegt, ýmsa þætti varða búsetuskilyrði og nettengingar eru þar og meðal það. Þess vegna gafst þetta svigrúm til þess að kanna rækilega hvaða áhrif nettengingar hafa haft. Eða breyting á bættum nettengingu, þar sem við eigum könnun bæði fyrir og eftir þetta verkefni Ísland ljóstengt og niðurstöðurnar sýndu greinilega að íbúarnir sem sagt staðfesta það að nettengingar eru miklu betri í sveitum landsins heldur en það voru fyrir verkefni. Þeir eru miklu ánægðari með þessar tengingar. Og síðan sjáum við sem sagt það að betri nettengingar þær hafa víðtæk áhrif á búsetuskilyrði. Það bæði það sem snerti vinnumarkaðinn, vöru og þjónustu, menntun og menningu. Við sjáum líka að fólk virðist vera að keyra minna. Það munar svakalega hjá fólki sem býr í sveitum og það er langsterkust áhrifin þar. Við sjáum líka að fólk, þetta slær á hugmyndir fólks sem að flytja brott, að tengingar eru góðar og ein spurningin í könnuninni sem við höfum verið að haft svona með svokölluð hamingjuspurningu. Spyrjum fólk bara hreint út hversu hamingjusamur ertu á skalanum 1 til 10 en gefa það upp sjálfir, meta það sjálfir hver hamingjustatus þeirra er og það er fylgni á milli sem sagt góðra nettenginga og svörun við þeirri spurningu. Þetta er svona í allra stysta máli niðurstaða könnunarinnar. Reyndar er ég að gleyma einu, ekki síður mikilvægt að við höfum ekki bara verið að gera kannanir meðal íbúa á landsbyggðinni, heldur líka meðal fyrirtækja á landsbyggðinni og við eigum nýjasta könnunin 2019 að þar einmitt vorum við að spyrja mikilvægi ýmissa þátta og innviða gagnvart fyrirtækjum og rekstri fyrirtækja. Þetta voru 17 þættir sem við spurðum og þar komu nettengingar út sem allra mikilvægasti þátturinn
menn voru mjög sammála það. En maður braut þetta aðeins upp á milli atvinnugreina og skoðaði sérstaklega atvinnugreina sem voru svona ríkjandi í sveitum. Þar landbúnaður og þetta ferðaþjónusta mikilvægust. Og það er samt, sko, ef þú fer niður á landbúnaðina þá eru nettengingar fjórði mikilvægasti þátturinn af þessum 17 sem spurt var og það er stór, það skilur sig alveg frá þessi 4 mikilvægastu, þeir skilja sig alveg frá hinum 13 sem við fáum kannski að sjá þetta bara betur og eftir einstaka þætti en Haraldur, hvernig leist þér á þetta núna þessa kynningu núna með 1 og 2 í dag og hvernig sló þetta þig? Já, bara mjög vel, sló mig mjög vel. Það var ekki tilviljun að ég lagði til að Vindum fá Vífil, ég vissi hvaða gögn hann átti, fjarskiptasjóður á að á hverjum tíma við lok hvers verkefnis að reyna að meta áhrif þeirra. Við getum fjarskiptasjóður kannski öðrum fremur mælt þetta í fjölda tenginga og útbreiðslusvæða og slíka hluti en við erum kannski síður að skoða áhrif og þar af leiðandi félagsleg áhrif og efnahagsleg. En við ákváðum við lok á þessu stóra verkefni að langaði að sjá inn í það. Og þá var gráupplagt að nýta kannanir sem að Vífill hefur keyrt mjög lengi og ekki síst verðmætt að hann átti könnun eða rannsókn frá því áður en við byrjuðum. Það er svolítið erfitt að spyrja svona stóra hluti eftir á, það getur skekkt svolítið útkomuna. Ég verð að segja að niðurstöður Vífills eða þessara könnunar voru meira afgerandi en ég bjóst við. Það var svona ekki í vafa í mínum huga að fyrsta niðurstaðan sem Vífill taldi finnaðan, gæði tenginga hafa stóraukist, það eðlilega. Við erum að stefna á bestu gæði sem þekkt eru á nettengingum og við erum að ná í verkefninu ríflega 6.000 tengingum af 4.000 sem var ætlun upphafi. Þannig að það er nú verið áfall ef að það ekki gengið eftir eðlilega, en það sem að hreif mig, ef ég bara má vitna það, þá var það þessi byggðafesta sem að mér finnst skína áberandi gegn, bæði fyrirtækjana, eða möguleika fyrirtækjana til þess að reka sína starfsemi, hvort sem að það er landbúnaður eða ferðaþjónusta sem að náttúrulega var þá kveikjan í upphafi að þessu átaki þörfin þar. Síðan er það bara atvinnumöguleika fólks. Það er eins og Vífill er að draga fram, það eru hærri laun, það er meira atvinnuúrval, allt saman styður þetta við byggðafestun og möguleikana sem að mér finnst vera stærri þáttur heldur en ég kannski bjóst við í upphafi þegar við vorum að leggja á stað með verkefnið en Vífill er að draga mjög vel fram í sinni rannsókn. Þannig að ég er náttúrulega fyrst og fremst bara mjög ánægður að hafa fengið þessa áhrifakönnun og mér finnst niðurstöðurnar að vera mjög afgerandi og geta líka þá fyrir fjarskiptasjóð okkur sem hefur staðið í þetta sagt við tókum opinbera fjármuni og við verðum þeim skynsamlega og ég held að ég bara held áfram að við getum þá sagt að við höfum náð árangri og við mér blasir kannski það verkefni núna hvernig við ætlum að fylgja þessu eftir. Þegar ég las skýrsluna nokkrum sinnum í handriti yfir að þá satt svona eftir á mér að það mætti ná meira út úr þessu, til dæmis með svona markvissari fræðslu til þeirra sem að nota nettengingar sem atvinnutæki og kynna möguleikana fyrir fólk sem að vill hasla sér völl, hvort sem að það er í vinnu hjá öðrum eða eigin atvinnurekstri og fylgja því eftir með þeim hætti. Það er kannski rétt, Haraldur, að fari kannski áður en förum beint lengra inn í umræðan skýrsluna að bara útskýra kannski fyrir áhorfendum með tilurð verkefnis á sín tíma sögu máls, þannig að við þekkjum það líka, þannig að fólk kom ekki alveg að þessu bara blind, þannig að áhorfendur getur svona áttað sig á hvernig þetta kemur allt til, hvernig allt þetta verður
kemur inn í pólitíkina og að þessari stöðu sem við erum staddir núna, að þessu stað. Já, endilega, það náttúrulega manns helsti galli þegar maður samdöðin einhverju þá tala maður það eins og allir þekki það. Ég segi stundum að rætur þessa átaks liggja í afgreiðslum búnaðarþings og ýmsum ályktunum og ég satt nú á búnaðarþingi mörg ár og var tímaformaður Bændasamtakanna og oft og ítrekað ræddi búnaðarþing fjarskiptamál í sveitum, bæði bara út frá almennu notagildi en ekki síður út frá því að Bændasamtökin voru mjög snemma í því að innleiða miðlægar lausnir með sína gagnagrunna og gagnagrunnar í þessu tilfelli eru að skrá til dæmis afurðabókhald, búfjárskýrsluhald, afurðir búfjár og slíka hluti sem að bændur eru að fást við sem eru svona mikilvæg bústjórnartæki og við rákum okkur á það þegar við vorum að leita leiða eða velja leiðir hvernig við ættum að reka þessi kerfi að miðlægar lausnir, að segja skráning yfir netið væri framtíðarlausn og þá vantaði hreinlega netið eða flutningstækina á fyrir internetið. Og við leituðum víða fanga í þessu og vorum tíma, gaman að segja frá því núna, vorum tíma í samtali við norskt fyrirtæki að innleiða gervihnattarlausnir sem að við átt að fylgja margar sjónvarpsstöðvar og slíkt, en ekki var að því. En síðan þróast nú málin þannig og við leituðum til hans Páls Jónssonar sem þá forstjóri Mílu, hvort að hann sæi einhvern flöt á þessu og Míla var og þetta stóra dreififyrirtæki fjarskipta, ekki síst í ljósleiðara og 2012 þá kemur nú Páll Jónsson og Eva Magnúsdóttir sem þá starfaði á símanum hjá Mílu að orðinu til okkar í Bændasamtökunum og sýndi okkur svona útfærða hugmyndi hvernig var þetta ráðist í ljósleiðaraverkefni. Og þá sáum við raun og veru fyrsta sinn að þetta var ekki óvinnandi vegur. Get svo sem líka bara vitna til umræðu norrænna bændasamtaka í þessa veru líka sem var mikið á þessum tíma. En svo liði nú bara tíminn og ég fór í pólitík, ekki síst með það í huga að bæta úr fjarskiptum í dreifbýli og Hanna Birna tekur við innanríkisráðuneytinu 2013 og hún skipar okkur Pál Jóhann í starfshópum fjarskiptamál. Þar látum við hanna í raun og veru fjarskiptakerfi fyrir dreifbýli og kostnaðarmeta það og í framhaldi af því þá förum við þessa leið að við fáum fjármagn til þess að ráðast í þetta stóra átak og útfærum leikreglurnar í því. Við stíluðum strax upp á að sveitarfélögin væri hluti af verkefninu. Við vildum fá kraft heimamanna inn í verkefni, þar að segja það bara gömul saga og ný þegar afhendir heimamönnum takmarkaða fjármuni og segir þeim að þeir séu bestir í að hanna hvar kerfin eigi að liggja, þeir þekkja landi best og þekkja ódýrustu leiðirnar. Og það var raun og þeir frumkraftar sem við vorum að grípa og síðan leggjum út þarna 2016 fyrstu verkefnastyrki fyrir Ísland ljóstengt og þetta hefur frá upphafi verið samstarfsverkefni stjórnvalda, sveitarfélaga og íbúa. Íbúar hafa bæði í gegnum sín sveitarfélög og í gegnum eigin framlög lagt þessu verkefni gríðarlega mikla fjármuni, þannig að það hefur verið kostnaðarsamt fyrir marga íbúa dreifbýlis að koma upp þessu góða kerfi sem ekki hefði komið núna í gang. Þetta svona bakgrunninn að þessu og eftir situr þá núna og það var tilkynnt á ráðstefnu í dag að við vorum að fá enn eina viðurkenningu á sérstöðu Íslands með öflugt ljósleiðarakerfi í okkar heimshluta og sem þýðir fyrir okkur að við erum að ná hérna heilmiklu forskoti, vil ég segja. Einmitt. Og þetta kannski, ég vil að við förum þá bara yfir og það var náttúrulega að tala að rannsókn ætti kannski að skoða hvort að átakið hefði virkað til að bæta búsetuskilyrði í landinu og við vorum að hugsa að reyna að vera með þá nýbreytni í þessum þætti að sýna nokkra glærur. Það er nú lítið gert að því, það kannski komið fyrir einu sinni áður. Að nú tekur þá út með tæknilegin á því að reyna að koma glærunum upp og kannski bara þetta með markmiðin fyrir rannsókninni. Þú varst kannski búin að renna þessi í gegnum áðan.
En þú myndir kannski hlaupa á einhverjum svona helstu glærum, bara nokkrum, og við myndum spjalla á meðan svona helstu niðurstöður. Já, býttu nú við, ég var nú eitthvað að týna mér hérna núna rétt í Já. þessu. Já, En við bara, það hættan einmitt við það. já, þetta ég, já. Ok, það svolítið margir skjáir hérna hjá mér, helst ekki allir. Já, hvað erum við stattur? Já, Já. prófa þetta. Það ég komin, sko. Og deili ég skjá, ég held það sé komið upp. Og ég þarf kannski að Svona. Full screen. Já, nú ertu komin með stóran skjá, svona mestu. Já. Það er komin stór skjá. Já. Ok. Já, við sem sagt vorum að nota. Þú ætti kannski að fylla upp í bara hérna niðri hjá þér í PowerPointin að fylla út í skjáin með, ef þú getur. Þannig neðst niður á barnum. Já, hérna, já. Einhver vandræði með þetta, sko. Já, þarna það ekki. Er komið? Nei, þetta verður bara duga eins og þetta núna á skjánum. Já, ok. En ég gæti náttúrulega, gæti náttúrulega gert þetta svona, sko. Þannig að byrja kannski bara að tala markmiðin. Já, markmiðin ef við kíkjum á þau, þá sjáu þau núna? Já. Það var svona markmiðin að í rauninni að meta hagræn áhrif að þessa verkefnis Ísland ljóstengt. Og við fórum strax kannski í það að þetta hefði verið hægt að leggjast í einhverja mikla útreikninga og hermilíkun og þess að þar til þess að reyna að meta þetta í krónum og aurum. Og þegar maður fengi út eina tölu, samfélagslega ábættin hafi verið þessi. En við ákvaðum að reyna að skoða miklu frekar blæbrigðin. Í hverju felast þessi áhrif, hvað liggja þau og hversu fjölbreytt eru þau. Og einnig fengum við svona vísbendingar þá fyrir hversu stór þau eru. Og mikil og þá fórum við í það að skoða þessi 10-12 atriði sem þarna koma fram. Ég svo sem sagði frá svolítið á þann að við vorum að skoða fyrst í rauninni hvort að gögnin staðfestu það að íbúarnir hefðu orðið varir við betri nettengingar, að það skilaði sér í einhvern heimamanna hversu góðar nettengingarnar væru þar sem þið byggjum. Og síðan ef að það kæmi fram að þá sem sagt hverju það síðan skilaði þá í tækifærum til heimilina og atvinnulífsins annars vegar. Og tækifæri heimilina væri þó fyrst á vinnumarkaði og hvort að menn væri að ferðast minna vegna vinnu til dæmis, möguleikar á vörumarkaði, menntun og menningu, það var annað og svo lögðust við vildum líka fá einhverja vísbendingar fyrir hvort að vistsporið væri hagfelldara, þar sem nettengingar væri betri og hvað með síðan COVID-19 og síðan leituðum við líka logandi ljósi að mögulegum neikvæðum hliðum af betra interneti, getur við sagt. Og þær eru svo sannarlega þarna einhverjar, en þær eru bara svo litlar og hverfandi að það ber lítið á þeim. Og það er svo sem bara eins og með allar aðra tækniframfarir við fengum
auðvitað bílslýsin með bílunum en bílarnir hafa fært okkur líka mikla hagsæld til dæmis og í rauninni öll notkun véla og tækni hefur einhverja neikvæðar hliðar í för með sér. Þannig þetta voru svona markmiðin og síðan notum við þessi gögn. Hér kannski þessi mynd er mest lýsandi. Hér sjáum við sko þessar súlur gráu. Þær lýsa í rauninni meðaltalinu best og breytingin í rauninni milli kannana sem sagt 2016-17 fram til 2020 á ánægjustigi með nettengingar í sveitum. Og svo dreg ég þarna sérstaklega út sko ungt fólk og svo konur af því að þetta hafa mann alltaf áhyggjur af. Það hefur til dæmis verið fjallað að oft þegar samgöngubætur eiga sér stað þá virðast kallar jafnvel hagnast meira á því heldur en konur og þannig að þessi vinkill auðvitað milli kynjanna er alltaf mikilvægur og menn tala jafnvel kynjuð fjárlög og síðan auðvitað unga fólkið en þetta nú líka bara svo mikilvægur punktur í byggðarannsóknum yfirleitt vegna þess að við getum sagt að þetta séu svona viðkvæmustu hóparnir í hinum dreifðu byggðum. Það eru konur og ungt fólk. Það hefur svona sýnt sig í þessum rannsóknum. Þess vegna erum við líka þessu. En þarna sjáum við að konur er ekki, ef eitthvað þá eru þær að bregðast betur við og við sem sagt betri nettengingum. Það virðast vera ánægðari með þetta og það kemur líka fram í öðrum glærum eins og til dæmis varðandi vinnumarkaðinn og þá sjáum við það eru 4 atriði sem við erum að skoða er varðað vinnumarkaðinn. Það er möguleika til eigin atvinnurekstrar. Það eru úrval atvinnuöryggi og svo launatekjur. Og í öllum tilvikum eru konur ánægðari heldur en kallar að það. Eða sem sagt þær konur sem hafa betri nettengingar eru ánægðari heldur en kallar sem hafa betri nettengingar. Og það er bara umtalsvert meira ánægja, eða hvað? Nei, hún er nú kannski ekki umtalsvert. Það er helst þarna það sem er möguleika til eigin atvinnurekstrar og atvinnuúrval. Möguleika til eigin atvinnurekstrar, það er nú mesti, og launatekjurnar. Það munar mestu. Við sáum reyndar að útlendingar, eða þess að innflytjendur eru líka mjög næmir fyrir þessu. En það er svona aðeins vandi í gögnunum með þá, en enga síður, þetta hefur jákvæð áhrif á þá, jafnvel þó að þessi galli í gögnunum nái að leiðrétta hann, að þá styður þetta mjög vel við þá. Þannig að við gætum dregið ályktun út úr þessu að þessi ljósleiðaravæðing hafi styrkt möguleika kvenna í sveitum til þess að stofna og reka fyrirtæki og búa sér til atvinnu yfir netið. Já, algjörlega, því að það er svolítið það virðist allavega í þeim rannsóknum sem ég hef gert á lífi og atvinnulífi og svoleiðis í sveitum sem eru nú nokkrar utan þessa. Þá virðist það oftar vera þannig að konan eiginlega flytur með manninum í sveitina. Hann er oftar bóndinn og hún er kannski kennari eða hefur einhverja menntun. Þannig að hún þarf að hugsa svolítið, þurfa að hugsa svolítið breytt, sko. Þannig að atvinnutækifærin svolítið í fleiri atvinnugreinum heldur en karlmaðurinn ef að þetta er tilfellið, sko. Þannig að það af þeim sökum
er þetta meiri tækifæri fyrir konur í sveitum heldur en karlmenn sem að starfa við landbúnað. Því þeir hafa sína atvinnu þá meira heima og tækifæri þeirra eru þá meira í gegnum reksturinn á búum sem að kom líka jákvætt fram í gegnum tölur yfir fyrirtækjakannanirnar. Þannig að þetta ekki mörg ár sem þetta næri yfir í sjálfu sig. Þetta ekki það langt síðan að ljósleiðarinn kom inn með þessum inn í sveitirnar. En þú ert að sjá þá bara töluverða mun. Þetta er að segja heilmikið bara mjög fljótt eftir þetta kemur inn eða hvað? Já, þetta virðist vera sem sagt að viðbrögðin eru hröð. Það svo sem ekkert nýtt hér á landi að við erum ótrúlega fljót að pikka upp nýjungar. En við sjáum samt, þið sjáið þarna tölurnar yfir dreifbýlið sérstaklega að það eru fjólubóla og kassarnir á þessum mynd. Það er samt aðeins síðri viðbrögðin þar heldur en í þéttbýlinu sem eru þá er maður að miða við súluna í heild. Og ég held að það sé allavega miðað við þær bakrannsóknir sem að ég las áður ég hóf greiningu sjálfur, þá geti það verið einfaldlega, jafnvel þó menn bregðist hratt við, að þá voru nettengingar bara það miklu lakari í sveitum. Fólk var á vissan hátt á eftir fólki í þéttbýli varðandi að þekkja möguleikana sem lágu yfir vefinn annaðhvort í atvinnuskyni eða í því að sækja þjónustu og annað slíkt. Þannig það er samt mikilvægt að fylgja þessari breytingu eftir held ég með einhverju námskeiðum og það stemmir með erlendar rannsóknir sem ég las, meira að segja 2 rannsóknir sem bent á þetta að öflugra dreifikerfi í dreifbýli þyrfti að fylgja eftir með námskeiðum og það held ég að þetta sýni líka, þannig að ennþá erum við með innleyst tækifæri í dreifbýli þó að þau séu komin fram að hluta til. Ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægur punktur sem við viljum að draga þarna fram og satt svolítið eftir þegar maður búin að lesa skýrsluna að við eigum mikil sóknarfæri bara út í gegnum fræðslu og hvatningu til þess að nýta þetta sem atvinnutæki út í dreifbýlinu. Já. En það er annar þáttur sem að bara þessari glæru tengdur sem að væri áhugavert að ræða. Náttúrulega viðurkenni ég það að fjarskiptasjóður var nískur í því hvað hann vildi splæsa í dýra skýrslu. En skýrslan eiginlega er sjór af tækifærum til frekari rannsókna. En það sem að kannski ég vildi koma inn á við getum kannski ekki mælt aðra atvinnuháttabreytingu þar sem að við getum sagt að við erum kannski ekki að grípa það breytingar sem verða við hvað kallum við þetta, það eru auka búseta á jörðum, það eru auka hús sem að fólk sem hefur heimilisfesti annars staðar að nýta húsnæði til þess að stunda sína vinnu. Það væri áhugavert að skoða hvernig það síðan að leggjast inn í byggðamynstrið þeir möguleikar því að við þekkjum það við allir 3 kallarnir að við erum að sjá ljós kvikna í mörgum húsum sem ekki voru í fastri búseta áður af því að fólk getur tekið starfið með sér heim. Já, það reyndar kemur fram í þessari stóru íbúakönnun að af þeim sem svara og segjast eiga heima í dreifbýli, þá er einungis 1/3 sem segist starfa við landbúnað. Þannig að, og í annarri rannsókn sem ég var að klára bara á síðasta ári, ég kallaði öll él birtur síðir,
Og þá eiginlega kemst ég að þeirri niðurstöðu að sem sagt að sko samfélagið í dreifbýli að breytast. Það verður hluta til byggt á landbúnaði, en það verður líka byggt á sem sagt þá fólki sem starfa við eitthvað annað. Ég held að hvoru tveggja, ef maður getur flokkað í þessum einfalda hætti í þessa tvo flokka, sé mjög mikilvægt. Það er þessi segla og tengingin við landið sem að kemur úr þessu samfélagi sem tengist landbúnaði og svo aftur sem að mynda svona ákveðin stöðugleika í dreifbýlinu. Svo aftur þetta fólk sem að hasla sér völl og tengist öðrum atvinnugreinum. Það líka sko mjög mikilvægt fyrir lífið í dreifbýlinu, því þar á vöxturinn sennilega eftir að verða meiri varðandi atvinnutækifæri í framtíðinni heldur en í landbúnaði. Jafnvel þó landbúnaðurinn eigi eftir að nýta sín bestu tækifæri vel á næstu árum. Og þá held ég að sko vöxtur í bara eins og í sjávarútvegi í svona þörf og vinnuafli muni ekki vaxa mjög hratt í landbúnaði næstunni. Við sjáum til dæmis okkar eina björtustu von í landbúnaði í dag sem er trúlega garðyrkjan, að hún sums staðar orðin mjög sjálfvirk, til dæmis hjá fyrirtækinu Lamba og Vaxa. Þannig að þetta er alltaf hverfa svolítið inn í svona sjálfvirkni og gervigreind og þess háttar. Þannig að maður þarf aðeins að hugsa þetta svolítið þannig. Þannig að einhverju leyti framtíðarbóndinn maður sem situr heima í stofu og með joystick og stýrir þessu fjarlæg. Það er vont að segja þetta, Halli, ég svekki því ekki, en það er kannski bara svolítið þannig. Þetta bara þannig, ég meina, við erum ekki að sjá fram á að fjölga fólki við störf í landbúnaði, einfaldlega bara tæknin og síðan fjórða kynslóðar tækniþróun mun valda því að við getum framleitt meira með færri höndum, en það samt áhugavert að velta þessu fyrir sig þegar maður þegar fann að lesa greinar á erlendum vefritum eða tímaritum svona þessa þróun á byggðinni eins og þú ert að lýsa þarna í þinni rannsókn sem varst að vitna til að fólk að velja sér búsetu í dreifðari byggðum. Það hvort sem það að flýja hátt fasteignaverð eða bara fara í sveitasæluna því að það mögulega ættaðan eða langar að búa og lifa í svona samfélagi, að þá að verða miklar breytingar í mörgum löndum sem eru einmitt raktar til áhrifa bættra fjarskipta og annar atvinnuhátta þar sem fólk vinnur meira sjálfstætt og yfir net. Ég held þessi gríðarlega mikilvægt að við berum gæfu til þess að fylgja því eftir og gleymum ekki líka þeirri staðreynd að 2016 íbúaþróunartölur á Íslandi þá hætti að fækka fólki í dreifbýli í fyrsta sinn í 100 ár sko. Og það út af einhverju, hvort það bara bætt fjarskipti, en það að verða mikil atvinnuhátta breyting í öllum samfélögum með tilkomu öflugra net. Það verður kannski líka fróðlegt að sjá hvað gerist núna eftir þennan heimsfaraldur og þessar miklu breytingar sem hafa orðið með öllu fjarvinnu og fjarfundum og öllu þessu. Þessi gögn sem með þarna Vífill, eru þau fyrir COVID-ið, fyrir heimsfaraldurinn? Eða hvernig þetta koma þau inn í þetta alls saman? Já, sko, fyrri könnunin fyrir COVID og fyrir VÁ. Síðan seinni könnunin, þá erum við mitt í storminum. Sko. Ég held til dæmis að ástæðan fyrir því að til dæmis að unga fólki, ég sá það nú kannski glærinn á hann, ég hættur að deila núna reyndar. Já, allt í góðum. Við sáum að til dæmis að það fannst mér komir aðeins óvart fyrst að unga fólki var ekki alveg að fylgja þeim eldri eftir hvað varðar fylgnin á milli góðra nettenginga og ýmissa tækifæra á vinnumarkaði. En ég held að
partur af því sé vegna þess að unga fólkið eftir kreppan skall á þá fóru svo margir í nám. Það auðvitað, þá fjárhagur í rýrari og þá auðvitað gerir ekki neina rósir, þá ertu auðvitað ekkert svo aktífur á vinnumarkaði og ert að hugsa aðra hluti og svo aftur þegar við vorum að spyrja menningu og afþreyingu og þess háttar og vöru og þjónustu og svona, þá auðvitað tónaði það miklu lægra hjá unga fólkinu einfaldlega vegna þess að menn eru vinni ráð. Það sem menn eru að versla á netinu oft svona lúxusvörur frekar en einhverjar nauðsynjavörur, þannig að fólk ekki þar á meðan það í námi. Nei. En það verður þá mjög fróðlegt líka þá að sjá kannski framhaldið á næsta árum þegar kannski kemur inn á þegar að menn svona færni með tölvukunnáttan að hún nái sterkar fram og fleiri verða svona tölvufærari. Hvort það verði áframhald á þessu á þróuninni, bara geta nýtt sér alla þessa möguleika sem þetta skapar. Og ekki talað oft að heimsfaraldur hafa kannski fært okkur svona áfram kannski jafnvel sem ég sagt vegna alla fjarfundarna og skilvirkni og annarra þátt af kannski jafnvel 10-15 ár. Þetta hefur gert gríðarlega hratt undanfarið rúmt ár. Þetta svona hægraði að nýta sér tæknina. Hvernig heldur þetta þróast hjá okkur? Nei, ég held að það náttúrulega, einmitt, það væri rosalega gaman að endurtaka þessar rannsóknir eftir 4 ár eða eitthvað þess að við erum komin út úr þessu til þess að sjá svona meira eðlilegt árferði. Ég veit svo sem ekki hvað verður eðlilegt árferði eftir 4 ár. Við náttúrulega erum á svolítið skrýtnum tímum varðandi þennan sjúkdóm. En við skulum gefa það þetta gangi nú yfir og við erum svolítið bjartsýn. Það er langlíklegasta scenaríuð allavega. Og eiginlega alveg sama hvort við förum út úr þessu eða ekki að þá er þetta svolítið lykillinn og við munum sækja stöðugt meira stafrænt í gegnum fjarvinnslulausnir og þess háttar. Það er til dæmis athyglisvert að sjá að eitt af því sem kemur langverst út úr íbúakönnuninni hjá okkur og langmisskiptast á milli landshluta samkvæmt íbúakönnuninni er læknisþjónusta, heilbrigðisþjónusta almennt. Og ég held að þar séu til dæmis að þar séu óplægður akur að þekkir lausnir sem að menn hafa verið að þróa erlendis í sambandi við fjarlækningar. Svona fjarlækningarþjónusta, Já, ég held að það til dæmis er dæmi hvernig við munum stíga miklu meira inn í þennan miðil til að leysa okkar brýnustu þarfir og teygja okkur í það sem okkur langar helst til. Það verði þarna Það verður líka meiri krafa á hagfelldara vistspor og það var eitt af því sem við vorum að skoða í þessari rannsókn þó við hefðum ekki beinlínis getað testað það nú vel á þessum gögnum þó aðeins að þessi tækni hún að vissulega að styðja okkur í því að reyna að mæta markmiðum varðar loftslagsmálin og allt því tengt. Þannig að ég held að þetta sé í rauninni okkar næsta samgöngukerfi þó að við munum svo sem aldrei hægt að ferðast í bíl og flugvélum þá held ég að þetta svona dragi úr eða mæti, við getum mæst einhvers staðar á miðri leið og það benda erlendar rannsóknir til. Þeir halda, og sérstaklega þessi reynsla okkar eftir COVID, hún hafi í rauninni opnað augu mjög margra fyrir þessum nýja þjóðvegi sem að internetið er. Það á kannski ekki síst og kemur ágætlega fram í könnuninni aðgengi að menntun og menningu og afþreyingu. Við lifum nú
ekki til að vinna, heldur vinnum við til að lifa, sko, þá eða það gera það margir. Já. En bara hlutir eins og að gengi að menntun og allt í einu sá valkostur að geta sótt sér menntun sem langar til að taka hvar sem þú býrð með þessu möguleika. Ekki neitt nýtt á nálinni, hefur tekið miklum framförum núna, ekki síður í þessum COVID-tímum og síðan alltaf frambóð sem orðið af menningarefni sem streymtir yfir netið. Þetta nú allt saman hluti sem við höfum getað séð fyrir okkur bara að fara fram hjá sveitunum eða ekki ráðist í þetta en einn þáttur enn sem var kannski geta til í upp áðan í sko í upphæður bakgrunnur þessa verkefnis, það var og kemur skýrt fram í niðurstöðum Vífils sko samkeppnishæfni fyrirtækja. Fyrir fjárlaganefndina komu sveitarstjórnarmenn og margir árunum 13, 14 og 15 sérstaklega ferðaþjónustunni sem sögðu, heyrðu, við verðum ekki með í ferðaþjónustu byltingunni eða atvinnuháttabyltingunni sem tengist ferðaþjónustunni ef við fáum ekki úrbætur í netmálum því að þú ert að fá ferðamenn sem vill vera í góðu sambandi og við þurfum líka geta rekið okkar markastarf, bókunarvélar, svo framvegis með þessu tæki. Þannig að þetta svona ein leiðin sem styrkir rekstrargrundvöll þeirra atvinnugreinar. Nákvæmlega. Það er mörg að taka. En það sem sagt, við viljum svona þessi 4 atriði sem eru þá stæðstu málin, það eru konurnar, það eru unga fólkið, það eru atvinnutekjur. Þessi helstu atriði sem skoruðu hæst í rannsókninni við þetta, bara svona þannig að við tökum þetta upp svona í lokin. Já, það líka kom óvart sko, hvað menn voru sérstaklega í dreifbýli virtust vera keyra miklu minna vegna atvinnu til dæmis. Og ég gat svo sem ekki spurt, við vorum ekki með neina spurningu til að prófa síðan hvernig var að keyra þá minna vegna þjónustu sóknar og þess áttar, en það samt bendir samt margt í þess, með hvernig menn svara þessari og svo hvernig menn svara þá aftur ánægju með úrval, vörúrval og þess áttar, þá bendir það til þess. Já. Og jafnvel sko áætlanir það er alltaf ákveðin stabbi af fólki sem íhuga að flytja brott og svona og þetta er þetta vegna tækifæra sem mun gefast annars staðar og það slær á þær hugmyndir. Menn geta núna sótt tækifæri í önnur bæjarfélög án þess að flytja sem set endilega. Ég til dæmis að hef verið í hálfu starfi við Háskólann á Akureyri en bý í Borgarnesi. Það er svolítið mikið. Og þetta væri ekki hægt nema ef ekki væru öfluga nettengingar. Það er ekki nokkuð spurning. Það er já, Halli. Nei, ég ætla ekki að truflingur, bara fráleitt sko, en það sem brýst kannski svona í manni þegar lokaúthlutun Íslands ljóstengt fór fram í dag sko, og þá blasir við okkur annað verkefni sem nú þorp og bæir sem við höfum nú rætt áður í öðrum þætti mikilvægi þess að ráðast í. Það eru 50 byggðarlög með 13 íbúa sem þurfa betri tengingar en kannski bara þegar við erum meðan Vífil sko að velta fyrir okkur þessari aðferðafræði að ríkið fangi framkvæmda vilja sveitarfélaga og íbúa með þessum hætti með því að bjóða í samkeppni í fjármuni eða hvort sem það er samkeppni eða bara með fyrirsjáanleika til lengri tíma til tiltekinna verkefna. Það sem ég hef bara velt fyrir mér á þessum árum sko, getum við nota þessa aðferðafræði í fleiri þætti sem þarf að byggja upp eða ná betur utanum búa til framfæri, hvort sem á hvaða sviði sem það er, lækkun húshitunarkostnaðar, þetta mér í hug, framkvæmdi við tengivegi, getum við notað þessa hugmyndafræði meira í byggðamálum heldur en við höfum gert með
þessu ljósleiðara verkefni? Það finnst mér vera spennandi umræða. Ég veit ekki hvort að við viljum velta þessu fyrir sér. Já, ég hugsa til dæmis eins og með samgöngurnar, það náttúrulega mjög mikið af brýnu verkefnum þar, sérstaklega að ferðaþjónustan ætlar að fara á fleygiferð aftur. Það slæru auðvitað á þörfina þar með bæta nettingin að gera það, eins og við sjáum. En ef að, og vonandi, þá fer ferðaþjónustan stað aftur. Kannski náum við ekkert, auðvitað fannst okkur sá vöxtur vera kannski full hraður, lengi vel, svona áður en að slóa hann, við falla á. Og við höfum kannski þurft að nota einmitt það andrými sem við höfðum núna í 2-3 ár til þess að ráðast í fleiri verkefni í sambandi við vegina. Ég sé þessa aðferðafræði alveg geta flýtt fyrir framkvæmdum í vegakerfinu og eins varðandi innviði þá aðra varðandi ferðaþjónustu, ekki síður, því það eru fleira en vegirnir sem eru mikilvægir innviðir fyrir ferðaþjónustuna. Það eru göngustígar og merktar gönguleiðir sem göngustíg ýmislegt annað sem að skipti máli fyrir ferðaþjónustuna, aðgengi að viðkvæmum náttúruperlum, sagnaslóðum, alls konar. Þetta eru dýrar framkvæmdir og erfitt fyrir sérstaklega fjárvana sveitarfélög að ráðast í. Þannig að ekki síður þar, skoða það. Þannig já, absolutt, ég hef kannski ekki mikið velt þessu fyrir mér, en við höfum þó aðeins verið að hugsa í þessa átt, vestlendingar, að ég hef nú svolítið mikið fyrir sveitarfélögum hérna á Vesturlandi. Einkum kemur að Sundabraut, til dæmis, sem reyndar risastórt verkefni. Að það þyrfti einhvers konar aðkomu notenda eða sveitarfélaga að því verkefni, því það svo mikil og stór framkvæmd. Kannski þurfum við að hugsa þetta aðeins lengra í einmitt hvað þessa innviðauppbyggingu varðar og tala nú ekki sem þú ert að nefna áðan, húshitun sem byggja á grænum lausnum og hagkvæmum. Það þetta þarf að hvetja menn í þá átt líka. Já. Svo þetta sé að baki þá eigum við fjölmörg verkefni eftir á landsbyggðinni fyrir að styrkja búsetu og byggð. Það nóg að taka, það vantar ekki. En mér fannst bara tilheyðilegt þegar átti að fara yfir þetta verkefni og þess að við erum fylgst og rætt þetta töluvert mikið í þessum þætti í vetur, næstu skrefum frá ýmsum hliðum. Þetta mikilvæga verkefni sem að Ísland ljóstengti og skild verkefni. Og hér náttúrulega áhuga menn líka þorpin og minni staðin að við þurfum að koma því áfram og rætta síðustu árin. Það var svona rétt í lokin, það rifjaðist nú aðeins upp áðan þegar ég var að tala við ykkur að ég nú fylgst lengi með fyrirtækinu Akureyri sem heitir Tengir og í ljósleiðara dæminu. Og það verið svona 2005-06 að það voru þeim með ég heldur án ekki auglýst að talni en það sagði svolítið mikið. Það var ljós í fjós og það var verið að tala með þess að það var náttúrulega þessi róbóta dæmi sjálfsagt að bara hvað skipti miklu máli að vera með þessi alvöru tengingar inn í þetta allt dæmi og bara allt í öllu og svo sjáum við hvað að gerast með 4. iðnbyltinguna og hvernig þetta að þróast hjá okkur. Það sem allt gengur út á græna orku og öflug fjarskipti. Þannig að allir þessi skilvirkni sem að vera til og styrking á öllu og að bæta lífskjörin mikið almennt og ég held að það var það ekki tilgangurinn eiginlega með. Það einmitt að hvort að átaki væri að skila bættum búsetu skilyrðum og þá erum við á sammála eins og ég skilst að rannsóknin segi þar að
að það hefur strax haft áhrif á búsetuskilyrði á landsbyggðinni. Er það ekki rétt þannig að ef við brendum á þessu nótum? Jú, það er nákvæmlega það sem hún segir. Hún hefur nú þegar skilað sér og á fleiri sviðum en maður átti von á, en það eru ennþá óinnleyst tækifæri til að láta til að sækja í rauninni fram í að nýta þennan frábæra þjóðveg sem ég kalla. Einmitt. Fjarskiptakerfið okkar. Halli, eitthvað að lokum með þetta áður en við kveðjum? Nei, bara það er náttúrulega bara svolítið glaður kall sem situr hérna á endan á þessu verkefni sem að kostaði nú heilmikla baráttu að koma á og halda síðan utanum og halda lífinu í, en mér finnst tækifærin bara blasa við okkur og ég leyfi mér að segja að svona þetta fósturverkefni okkar Páls Jóhanns Pálssonar Ísland ljóstengt, það var nú bara hitt beint í mark og við fengum mjög góða staðfestingu á því í könnun Vífils sem við farið yfir hérna. Ég get ekki annað en verið ánægður með þessa niðurstöður og náttúrulega heilmikil tækifæri til þess að kanna það betur og nýta miklu betur eins og Vífill er að loka sínu erindi hérna á. Það verður spennandi að sjá framhaldi, en ég held þessu fín loka orð hjá Halla að þetta er mjög ánægilegt og við, eins og segir hérna Vífill, það verður líka spennandi að sjá hvað kemur enn fremur út úr þessu á næstu árum þegar að menn kannski geta nýtt sér tæknina enn betur og hvernig þetta allt saman þróast. Eins og ég segi, þetta er vel að frumforsenda bara fyrir byggð í sveitunum til framtíðar þegar við tala um fjórðu iðnbyltingu og allt sem að hún er eftir að koma fram með. Þannig að án ljóslegra tengingar og öflugra fjarskipta þá væri engin framtíð í sjálfu sér í sveitunum. Og engin að horfa næstu skrif út í sveitum. Nákvæmlega og ég var ekki eins og dagurinn í dag, maður byrjaði 8:30 í morgun á fjarfundum og það stóð stöðugt yfir til 4 mismunandi fjarfundir og svo maður bara að senda þátt heima frá sér frá Akureyri í gegnum ljóslegra tengingu og menn horfa á vítt og breitt og þetta er ótrúlega hvað menn geta gert, hvað hægt er að gera með einföldum hætti í dag. En ég ætla bara að þakka ykkur kærlega fyrir þessa umræðu og ég vil takk fyrir að koma og kynna svona helstu niðurstöður og Halli, við heyrumst fljótlega. Takk fyrir þetta. Kæra þakkir. Já, takk fyrir spjallið. Þetta var gaman.